Góðan dag, góði gestir og verið velkomin á fréttapíramída Eyjafrétta. Venju samkvæmt þá ætlum við að byrja þetta á léttum hádegisverði og það einsi kaldi sem hefur útbúið súpu fyrir okkur. Þannig að við byrjum á því að fá okkur að borða og svo hendum okkur í dagskrána. Við ætlum að byrja dagskrána á því að fá Guðmund Jóhann Árnason, formann Eyjasýnar, hérna upp til þess að halda smá ræðu fyrir ykkur. Takk, Tryggvi. Kæru gestir, ég óska ykkur gleðilegs nýs árs og vil þakka öllum þeim sem hingað komu fyrir að gefa okkur hluta tíma ykkar. Það vont veður í fjölmiðlum í dag, bæði hér á landi og allan heim. Hér á landi sjáum við hvernig fjölmiðlar bæði á landsbyggðinni og höfuðborginni berjast í bökkum í samkeppni við stórveldi út í heimi auglýsingatekjur. Í alþjóðlegu samhengi sjáum við fjölmiðlar glíma við falsfréttir, skautun og umhverfi sem oft umbunar hávaða frekar en dýpt. Og einmitt þar koma héraðsfjölmiðlar sterkir inn sem mótvægi, þar rými fyrir dýpt. Hér í Vestmannaeyjum eru fjölmiðlar ekki að fjalla bara eitthvað fólk eða einhver málefni. Við erum að fjalla nágranna okkar, vinnufélaga, fjölskyldur og vini. Við erum að fjalla málefni sem tengjast börnunum okkar, eldri borgurum, fyrirtækjunum okkar og stofnunum. Þegar eitthvað gerist í Vestmannaeyjum, þá snertir það okkur öll. Það setur því sérstaka ábyrgð á fjölmiðla að vera nákvæmir, sanngjarnir og mannlegir og Eyjafréttir akkurat þannig fjölmiðill. Miðill sem stendur með samfélaginu, jafnvel og ekki síst þegar umræðan erfið. Eyjafréttir hafa á undanförnum 2 árum lagt í mikla vinnu við að byggja upp miðilinn og tekið mörg heillaspor í rétta átt. Eyjasýn og ET-miðlar sem áttu Eyja.net sameinuðust 2024 og tók Tryggvi Már Sæmundsson sem stýrði Eyja.net við sem ritstjóri Eyjafrétta.is og sem framkvæmdastjóri. Heimasíðan hefur fengið veglega upplyftingu og nýtt vörumerki Eyjafrétta kynnt í dag. Það jafnaði birtast 6-10 greinar á dag inn á eyjafréttum.is. Blaðaútgáfa Eyjafrétta var breytt og kemur nú út einu sinni í mánuði. Blaðið var stækkað og meira pláss, gefið í dýpri umfjallanir málefni samfélagsins. Ómar Garðarsson ritstjóri blaðaútgáfu hefur einstaka metnað í að gefa út efnismikið og fjölbreytt blað í hverjum mánuði. Annika Vignisdóttir, aðstoðarritstjóri, hefur komið inn í ritstjórn með miklu krafti og á árinu komu Kristín Erna og Tryggvi Guðmunds til liðs við Eyjafréttir til að sjá íþróttaumfjöllun. Áskrifendum hefur fjölgað og við finnum mikinn meðbyr með þeirri stefnu sem Eyjafréttir tóku í tíð síðustu stjórnar. Það því engin ástæða til að rykkja í stýrið. Ný stjórn tók við á nýliðnu ári og hefur metnað til að halda áfram því góða starfi sem unnið hefur verið í félaginu undanfarin ár. Það skiptir samfélagið allt máli að hér sé starfandi öflugur fréttamiðill. Eyjafréttir til framtíðar á að vera vettvangur skoðanaskipta og byggja á traustum gildum og heiðarleika. Hér í Eyjum höfum við séð mikla og metnaðarfulla atvinnubyggingu, öflugan sjávarútveg, nýsköpun, ferðaþjónustu, menningu og íþróttir. Fyrirtæki sem taka ábyrgð, skapa verðmæti og hugsa til framtíðar. Samfélag sem stendur saman þegar á reynir og fagnar saman þegar vel gengur. En við lifum líka á tímum þar sem að hraðinn getur orðið okkur ofveð. Fréttir berast okkur á augabragði leið og það verða til. Við bregðum strax við, svo höldum við bara áfram. Næsta verkefni, næsti viðburður. Stundum gleymum við að staldra við. Og þess vegna erum við hér í dag. Í dag ætlum við að veita viðurkenningar til einstaklinga og aðila sem hafa haft jákvæð áhrif á samfélagið í heild. Fólks sem hefur sýnt frumkvæði, ábyrgð, hugrekki og samhug. Fólks sem hefur lagt sitt af mörkum, stundum sýnilega, stundum í þögn, en alltaf af heilum hug. Slíkar viðurkenningar snúast ekki bara árangur. Það snúast gildi og það hvers konar samfélag við viljum vera og skilja eftir fyrir komandi kynslóðir. Að lokum vil ég beina sérstökum þökkum til allra þeirra sem koma að verkefninu Eyjafréttir, Tryggva Ómari, Anniku Kristínu Erlu, Tryggva Guðmunds, Sigfúsi Gunnari, Sæþóri Vító, Halldóri, Bjarna Ólafi, Margréti Ásmundi, Guðna og Óskar Pétri og ekki síst
nýju blaðbörunum okkar sem að vaða austan áttir óhrædd til að koma blaðinu í lúgur áskrifenda okkar. Þið eigið allan heiður skilið og framtíð Eyjafrétta í góðum höndum. Takk fyrir.